það náttúrulega magnað með hræðsluna við að verða alveg heyrnarlaus að maður fer að velta fyrir sig alls konar hlutum eins og til dæmis þess að missa skynfærin alveg. En að mörgu leyti held ég samt að heyrnin sé eitthvað sem að er alveg rosalega dýrmætt og maður náttúrulega horfir á sín mistök í lífinu og upplifir það að það hefði nú kannski verið gott að venda þetta. Ég heiti Guðlaugur Hrannar Jónsson, ég er fasteignasali. Guðlaugur Hrannar Jónsson, ég er fasteignasali, 52 ára gamall. Ég byrjaði nú örugglega fyrir svona 12-15 árum síðan. Ég vann í 15 sumur, ég var með slátturfyrirtæki og vann með slátturorf og notaði því miður aldrei heyrnarhlífar, svona eins og oft er og þá var til skemmd yfir tíma í heyrn hjá mér. Síðan er ég nú sveitastrákur, hann byrjaði að veiða mjög snemma, skytteri og einhvern veginn tíðkaðist það ekki heldur að nota hlífar og ég skaut alltaf án hlífa og sem að orsakaðist svo að ég meira að segja að þegar ég fór á mitt fyrsta hreindýr með stóran riffil að þá var ég með hlífar en glemdi þeim niður í bíl. Og það var líklega svona stóri punkturinn yfir sem að eyðilagði í rauninni stóran hluta úr heyrninni hjá mér þegar ég skaut það skot. En svo held ég að einhverju leyti að við verið ákveðin skömm að því að ég skemmdi kannski heyrnina mína með því að haga mér eins og asni en það var kannski samtímum líka. Og það gerði það verkum að ég kannski fékk mér heyrntæki miklu síðar heldur en ég hefði þurft. Ég hefði þurft að halda kannski fyrir 10-12 árum en ég er bara búinn að hafa þau í hálft ár núna. Og svo er náttúrulega snilldin í þessum nýju flottu tækjum að þetta er náttúrulega orðið þannig að þegar maður fer bara á tónleika eða á það sem er mikið af fólki og gleður að geta bara stillt og filterað þetta svolítið til. Þetta er ekki orðið fullkomið en himinn og haf með að við upplifum áður það sem maður var eiginlega hættur að vera bara með oft, það sem var mikið kliður. Varðandi bara svona að vera með heyrnartæki og hitta fólk og svoleiðis, þá tók ég bara þegar ég loksins komst á þann vagn að ég að tækla þetta, þá fór ég bara á fulla ferð í það og setti bara auðmýktina framfyrir mig og fangaði þetta bara. Og ég vil náttúrulega líka geta sýnt í rauninni mínum börnum og bara fólki sem á vegi mínu verðum að það er ekkert skammarlegt að vera með heyrntæki. Það er í rauninni að mörgu leyti er maður að sýna fólki bara virðingu með því að vera að heyra og sjá og vera tilbúin til þess að móttaka það sem fólki í kringu þig er að eiga samskipti við Ég ákvað að vera bara ekkert smeykur við það. Flestir segja náttúrulega með þessi nýju tæki að þegar maður er að ræða þetta við fólk að það tekur jafnvel ekki eftir því að maður er með heyrntæki, þetta er orðið svo nett og það er ekkert til að skamma sig fyrir.